Við erum stödd hérna í íþróttahúsinu í Grindavík, þar sem er að hefjast körfuboltaæfing hjá Grindavík, meistaraflokk, og hjá mér er staddur Sverrir Þór Sverrisson, nýráðinn þjálfari Grindvíkinga. Velkomin til starfa í Grindavík. Takk fyrir. Hvernig leggst í þig? Bara mjög vel. Og það lítur að vera svolítið sérstakt fyrir þig að vera að fara frá Njarðvíkingum sem er búin að gera Íslandsmeistarann í fyrsta skipti og koma að taka við Íslandsmeisturum. Já, þetta er svolítið skemmtileg staða og stutt eftir að við vinnum og Grindavík búið að vinna þá fer ég frá Njarðvík sem eru ríkjandi meistarar og tek við ríkjandi meistarar Grindavík. Jú, þetta er náttúrulega svolítið skemmtileg staða en þetta leggst bara mjög vel í mig og það hörku hópur og góð umgjörð og liðin náttúrulega kom úr góðum vetri þar sem að unnu titilinn loksins eftir langa bið. Þannig að ég er að taka við hörku liði af Hægri Jónsi, hann er búinn að gera flotta hluti með þetta lið. Já, en er hópurinn orðinn fullmannaður hjá þér? Ég sé að hérna vantar ykkur andlit frá því fyrra eins og Páll Axel, hvernig staðan á honum? Já, ég veit ekki alveg Páll Axel, ég held að sé nú alveg ágætis líkur á að vera með okkur. Ég vona að skýrist bara sér fyrst, en það er bara nokkur hluti sem eftir að komast á hreint heldur bara hjá honum og ég vonast eftir að hann verður með okkur hérna áfram. Hann á nóg eftir. Já, klárlega. Útlendingamál, ertu eitthvað fann að skoða það? Herri, já, ég er að vinna í því og fullu. Það hefur verið voðalega gott ef það hefur hægt að fá Watson og Bullock aftur, en ég tel ekki mikla líkur á því, en við vonumst eftir því, en ég er náttúrulega byrjaður að vinna og er með einhvern öfnum sem ég er að skoða og ég vona að það skýrist bara ekki seinna en eftir kannski svona næstu 10 dögum hverjir verða þeir. Já, ok. En væntingar, það náttúrulega hlýtur að vera töluvert press á þér að halda dampi með ríkjandi meistara og þannig að hvernig finnst þér þetta að vera? Finnst þér þetta að vera mikil pressa eða er þetta áskorun? Ég veist það bara að vera áskorun. Ég langar að þjálfa lið sem að fyrirfram ætla sér að mæta og berjast um alla titla, sem setja bara stefnu að vinna alla titla, ekki bara komast inn í úrslitakeppni eins og sum lið kannski þurfa að stefna, það er kannski ekki alveg mannskap í að hugsa þetta lengra, en ég veist þetta bara mikil áskorun að reyna að fá lið sem hafa náð að vinna, verja titilið sig, vinna annað árið í röð og það er það sem við ætlum okkur að gera í vetur. Já. En æfingaplanið hjá þér, nú þið búin að vera að æfa einhverja daga eða vikur, hvenær farið þið í frí? Sko það var náttúrulega frí eftir að þeir unnu titilinn, það var frí náttúrulega í maí og svo í júní var þetta svona frekar á léttu nótunum. Það var spil hérna 2 í viku og ekki kannski einhver algjör skildum að það, en núna er á æfa og fullu fyrstu 2 vikur í júlí. Ásamt liftingu sem náttúrulega strákarnir verið í bara hérna í frá og alveg þangað til tímabilið er búið. Minnka náttúrulega bara liftingarnar þegar tímabilið er byrjað. Nákvæmlega. En svo erum við náttúrulega komnir alveg á fullt bara 1. ágúst. Já. Og þá er náttúrulega stutt í mót. Já. Þegar það gerist. Akkurat. En við þakkum kærlega fyrir að hafa komið í viðtal hérna hjá 240.is og bara gangið þið sem allra best Sverrir. Takk fyrir. Og við væntum mikils að þér í vetur og liðinu. Takk fyrir.